Það nú gott að hafa Hans Þór hérna, fulltrúa liðsins og Arnhildi í Hjarðardúnni. Og við erum að bíða eftir Jakobi Svavari sem var náttúrulega bara að klára hér úrslit og svo var það Helga Una. Þið hljótið náttúrulega í fyrsta lagi að vera mjög ánægð með kvöldið. Já, við erum mjög ánægð með þetta. Bara svona megninu til held ég, þetta hafi nú svona nokkurn veginn bara gengið upp, sko. Sko allir í úrslitum. Já. Og hérna, það eiginlega ekki hægt að vera með aðra væntingar en að það sé nokkuð góður slagur að gera það. Já. Já, við svona erum að vinna í þessu, þetta er allt live eins og þú þekkir. Endilega komið þið bara. Jakob, þarna kemur hann, já? Nei, við erum bara mjög ánægð með það, sko. Hversu miklu máli skiptir þessi liðakeppni? Sko við vitum að það er auðvitað allir stefnaði að vinna einstaklingskeppnina. En hversu mikið gerir liðið saman? Hvað skiptir þetta miklu máli að ná árangri sem lið og heild? Já, það er góð spurning. Það er náttúrulega bara fyrst og fremst líka keppnin í þessu, sko. Já, eru þið duglega að hjálpast að við að undirbúa ykkur og þjálfa og koma saman og svona? Já, við gerum það, sko. Já. Yfirleitt höfum við hist aðeins fyrir utan þessa venjulegu tíma. Já. Og svona spáði í þetta og reynt að vera svolítið bara tímalega í að velja allt. Þannig að menn geti svo bara notið sína æfingatíma sem ætla að fara. En hver er stemmingsmeistarinn í liði Hjarðardúns? Við erum öll Það er allavega ekki Elvar, af því að hann er ekki hérna í kvöld. Nó, hann mætir ekki einu sinni til að fylgjast með ykkur. Aðal stemmingsmanninum og Þórarinn Ragnarssyni. Það er mikill missir af honum. Já. Og það var náttúrulega okkar helsti stemmingsaðili, þetta verður sannlega bara leiðilegt í vetur. En það hlýtur að skipta máli, nú er þetta lið sem búið að vera, þeir eru búin að lengi saman og yfirleitt skiptist þið kannski bara að hafa Elvar eða Þórarinn í liðinu. Það hlýtur að skipta máli, sko, þeir eru komið mjög mikla reynslu og nú er þetta fjórgangur hérna í janúar. Hvernig á að gera þetta? Það hlýtur að vera komið svolítið reynsla á liði, hvað var það bara að hafa hestana tilbúna og svo framvegis? Já, svo kemur samt alltaf á æfingu og það kemur manni alltaf á óvart. Og svo kemur á mótið og kemur manni líka á óvart. Já. En er ekki einmitt reynsla að búast kannski pínlítið við því eða vita af því og fara ekki á taugum og svo framvegis? Sennilega er það góða punktur. Og hlýtur að vera svolítið gaman, sko, tveir frekar reyndir hestar sem gerðu vel í kvöld, en þú ert náttúrulega að mæta á 6 vetra hryssu hérna Helga og hlýtur að vera rosalega ánægð með ykkar frammistöðu hérna í kvöld. Já, ég Það er alveg frábærlega, verulega stoltur af því. Vöktu mikla athygli, maður fann það. En það stutt í næsta mót. Þetta er bara rétt að byrja. Það eru 2 vikur í slagtámatöll. Eru þið farin að leggja línur þar og huga að vali í liðið í þeirri grein? Já, við erum löngu byrjuð að því. Verður slagur? Það er löngu búið að velja það. Það sé ekki klárt. Það er klárt. Það er gott að heyra. Takk fyrir þetta og gangi ykkur áfram vel. Við hlökkum til að sjá okkur eftir hálfan mánuð. Og þá er bara komin tími til að kveðja héðan úr Horstey höllinni í Ölfusi. Við Hjörvar Ágústsson þökkum fyrir okkur hér í kvöld ásamt öðrum starfsmönnum Eiðfaxa TV. Við minnum á næsta mót eins og ég sagði sem er eftir 2 vikur, 5. febrúar, hér á sama stað og þá verður keppt í slagtómatölti sem er nú alltaf skemmtileg grein. Þangað til getið þið gramsað í gullkistu Eiðfaxa og fylgst með öllu því sem þar er í boði. Takk fyrir að vera með okkur. Sjáumst eftir hálfa mánuð.